Allir sverja af sér huldufélagið Steam sem fékk milljarðatugi að láni hjá Glitni. Hluthafar hafðir að fíflum, segir formaður fjárfesta. Enginn kannast við hver á bakvið leynifélagið Steam. Félagið fékk milljarðatugi að láni hjá Glitni. Hluthafar voru hafðir að fíflum, segir formaður fjárfesta. Í fréttaskýringu Agnesar Bragadóttur í Morgunblaðinu í dag því haldið fram að helstu stjórnendur Glitnis ásamt fulltrúum stærsta hluthafans FL Group hafi brotið allar verklagsreglur við lánveitingar í nokkrum tilvikum í fyrrahaust. Agnes kallar þetta laumuspil Glitnis með FL Group til að hækka virði bréfa félagsins. Glitnir seldi, huldufélagið FS37 EHF sem síðar var Steam keypti. Fréttastofa Stöðvar 2 hefur margra mánaðaskeið leitað svara við því hver stendur á bak við þetta huldufélag. Skráður eigandi Jakob Valgeir Flósason, útgerðarmaður frá Bolungarvík og hann jafnframt eini stjórnarmaður félagsins. Við freistum þess að ná tali af honum í dag. Jakob Valgeir, hann við? Nei, hann ekki við. Veistu hvað getur náði hann? Nei, ég veit ekki hvað hann Jakob Valgeir var ekki til viðtals nú frekar en áður. Hann hefur aldrei viljað tjá sig málefni Steams. Þorleifur Stefán Björnsson, fyrrum prókúruhafi Steams, Þorsteinn M. Jónsson og Þorsteinn Már Baldvinsson, fyrrum stjórnarformenn Glitnis, vilja heldur ekki segja hver á Steam. Agnes fullyrðir í fréttaskýringu sinni að eigendur Steam séu Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márásson. Þeir hafi ákveðið á fundi á síðasta ári að stofna leynifélag sem myndu kaupa þau fáu bréf í FL Group sem voru á markaði. Var þetta gert til að halda uppi gengi bréfafélagsins sem hafði ekki gert neitt annað en að hríðfalla. Glitnir lánaði svo félaginu tæpa 20 milljarða en 8 milljarðar fóru í kaup á bréfum FL Group og 12 milljarðar í Glitni sjálfum. Engar ábyrgðir voru lagðar fram, ekkert áhættumat og í lánabókum bankans kemur ekki fram hver ábyrgur fyrir lánveitingunni. Í yfirlýsingu frá Jóni Ásgeiri segir hann að tóma þvælu að hann hafi stofnað til Steams EHF. Vilhjálmur Bjarnason segir að hluthafar eigi heimtingu á að fá nánari útskýringar á leynifélaginu. Þetta hlutafélag sem að menn sverja af sér, en þetta eru slíkar upphæðir að það skipta máli í þessu sambandi og fólk sem var þarna hluthafar eins og ég, við eigum bara einfalda heimting á því að fá að vita hvað gerðist og ef það mikið svona lagað að þá segir það bara eitt að það búið að hafa hluthafa að öllum og fíflum. Lárus Velding hefur einnig sent frá sér yfirlýsingu þar sem fram kemur að fjármálaeftirlitið hafi gert úttekt á málum varðandi Steam í nóvember á síðasta ári. Bankinn hafi þá afhent fjármálaeftirlitinu allar upplýsingar lánveitingar til félagsins. Vilhjálmur Bjarnason undrast minnisleysi Lárusar í viðtali fyrir nokkrum vikum. Þetta er dálítið skrítið með Lárus Velding vegna þess að fyrir 2 mánuðum þá kannaðist hann líkt við þetta félag. Þannig að það skrítið að þetta skuli hafi verið tekið til rannsóknar sérstaklega í nóvember og minnið hafi skánað á þessum 2 mánuðum frá því að hann satt í Silfur Egils þar sem hann kannast ekki við þetta félag. Agnes fullyrðir að FL Group hafi skuldað Glitni tæpa 27 milljarða króna og síðast fengi 15,9 milljarða lán 27. desember í fyrra. Agnes telur það lán vafasamt því FL hafi þá verið komið í greiðsluþrot. Jón Ásgeir segir að dylgjur að FL Group hafi blóðmjólkað Glitni ekki á rökum reistar. Heildar útlán Glitnis til viðskiptamanna síðustu áramót voru 1975 milljarðar og hafi lán til FL Group verið 1,35% af þeirri upphæð. Lánin hafi verið veitt gegn tryggu veði í Geysi Green Energy, Refresco, Landic Property og fleiri fasteignafélögum. Auk þess sem FL Group hafi ekki verið komið í greiðsluþrot undir lok síðasta árs. Jón Ásgeir segir sjálfsagt að fjalla með gagnrýnum hættu viðskiptalífið en sú gagnrýni verði að vera byggð á staðreyndum og rökum en ekki síendurteknum ósannindum, dylgjum og slúðri. Fréttastofa reyndi í dag að ná tali af Jóni Ásgeiri og Hannesi Smárasyni án árangurs. Jón Ásgeir Jóhannesson kannast ekki við tilvist leynifélag sem greint frá í Morgunblaðinu. Það sagt frá milljarðalánum sem FL Group fékk frá bankanum. Jón Ásgeir vill að rannsakað verði hvernig gögn komist í hendur blaðsins. Jón Ásgeir Jóhannesson vísar því alfarið á bug að lánveitingar Glitnis til FL Group hafi með einhverjum hætti verið óeðlilegar. Hann segir að Morgunblaðið farið með tómar rangfærslur lán bankans til FL Group og vill að rannsakað verði hvernig gögn sem bankaleynd hvílir yfir komust í hendur bankans. Blaðsins.
Morgunblaðið segir að FL Group ásamt helstu stjórnendum Glitnis hafi brotið allar verklagsreglur við lánveitingar í nokkrum tilvikum í fyrrahaust. Lánveitingar upp á 20 milljarða hafi verið ákveðnar af örfáum mönnum án þess að áhættumat væri fram eða þar væri fjallað í lánveitingarnefnd bankans. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegar ásakanir og í raun ótrúlega að sé farið fram með þessum hætti á þess að spurja hvort í raun hafi hlutinu verið með þessum hætti. Þess að komið fram í yfirlýsingu sem ég sendi frá mér. Þetta voru bara eðlilegar lánveitingar. Eðlilegar lánveitingar, hvað snýrist þessar lánveitingar? Þetta voru endurfjármögnunar einhverjum hluta. Í Morgunblaðinu kemur fram að stofnað hafi verið leynifélag FS37 EHF í nóvember í fyrra. Þeir Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Smárásson voru stofnendur og fengu þriðja mann Jakob Valgeir Flosason til að ljá félaginu nafn sitt. En hverjir vissu að tilvist þessa félags? Ég stofnaði ekki það félag. Það eru bara algjörlega rangt að segja að ég hafi stofnað það félag eða komið einhvers staðar þar nærri. Þetta er fullyrt í Morgunblaðinu og er bara hreinlega rangt. Það er líka fullyrt að FS37 sem síðar varð Steam hafi eingöngu verið stofnað til þess að halda uppi verði á hlutabréfum í FL Group. Þú verður bara að tala við þá sem áttu þetta félag, á hverju þeir keyptu þessar eignir. En hver eru tengsl þín við Jakob Valgeir Flosason? Engin. Þekkirðu það mann ekki? Nei, ég þekki hann ekki neitt. Jón Ásgeir segir ekki standi steinn yfir steini í Morgunblaðsgreininni. Þar sé öllu snúið á hvolf. En hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að höfða mál á hendur blaðinu? Auðvitað þarf bankinn að rannsaka hvernig komast gögn sem eru hvílu við bankaleynd í hendur blaðsins. Það er eitt. Og síðan er náttúrulega þessar rangfærslur sem eru í greininni eru náttúrulega til þess að ég mun skoða mína stöðu. Hrunið styður strákana okkar. Vitnaleiðslur í Steam-málinu hafa varpað takmörkuðu ljósi á hver raunverulega stýrði félaginu sem málið er kennt við. Skráðir stjórnendur félagsins virðast ekki hafa verið raunverulegir stjórnendur. Það voru viðsjárverðir tímar í fjármálaheiminum haustið 2007 þegar eignarhaldsfélagið Steam var stofnað í banka sem að þá hét Glitnir. Þótt enn væri ár í hrun voru vandamálin farin að hrannast upp. Stærsti hluthafi bankans, FL Group, áttum áramótin eftir að setja Íslandsmet í tapi, 67 milljarða króna. Og einn stærsti hluthafi FL Group, Gnúpur fjárfestingafélag, var þá þegar að falli kominn. Stærstu hluthafar FL Group ásamt Gnúpi voru Baugur í óbeinni eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fjölskyldu og Oddafluga mestu í óbeinni eigu Hannesar Smárássonar. Glitnir hafði árið 2007 keypt hlutabréf í bankanum sjálfum og í FL Group í stórum stíl og þurfti að losna við þau. Svo fór að félagi í eigu bankans, Steam EHF, fékk tæplega 20 milljarða króna lán frá bankanum, auk smærri lána frá öðrum til að kaupa hlutabréfin, 4,3% í Glitni og 4,1% í FL Group. Leið skipti Steam eigendur. Stærstir urðu STM, félagi í eigu Glitnis, með tæplega þriðjungs hlut og Jakob Valgeir Flosason, útgerðarmaður í Bolungarvík og viðskiptafélagar hans, einnig með tæplega þriðjungs hlut. Steam var í fréttum eftir hrun kallað huldufélag og leynifélag, en það var lengi lítið sem ekkert vitað félagið. Lárus Velding bankastjóri var nokkrum dögum fyrir hrun spurður ástæður hinna umdeildu hlutabréfakaupa Steams. Menn hafa verið að sjá þessar verðlægðir sem tækifæri. Menn sá nú alltaf verðlæðina í FL sem tækifæri því að nokkrum dögum síðar þetta var á tímanum þegar fyrirtæki var hrapandi. Já, ég get ekki tjáð með það er ákvörðun þeirra sem stýrðu þeim fyrirtæki. En hverjir stýrðu? Útgerðarmaðurinn Jakob Valgeir sem var stjórnarformaður Steams sagðist fyrir dómi í vikunni ekki hafa verið raunverulegur stjórnandi. Hann viti ekki hver raunverulega stjórnaði félaginu. Framkvæmdastjóri Steams var Þórleifur Stefán Björnsson, millistjórnandi hjá Sögu Kapital fjárfestingabanka. Miðað við vitnisburð hans virðist hann heldur ekki hafa verið raunverulegur stjórnandi félagsins. Í ákæru rekur saksóknari upphaf Steam-málsins til umleitana Lárusar Velding bankastjóra að selja hlutabréfin. Saksóknari spurði Jón Ásgeir Jóhannesson þegar hann bar vitni hvort hann hefði eitthvað komið að málinu. Jón Ásgeir neitaði því. Hann var í nóvember 2007 stjórnarformaður FL Group. Spurður hvort hann hefði verið í einhverjum samskiptum við Lárus Velding á þessum tíma, svaraði Jón Ásgeir einnig neitandi. En virðist á huldu hver raunverulega stjórnaði Steami. Félagið skilaði aldrei ársreikningi. Það var gjaldþrota 2012 og upp í 24 milljarða króna kröfur fengust aðeins 15 milljónir,
eða 0,06%.